Komið þið sæl, Björn Ívar Karlsson heiti ég og er skákkennari og ætla með ykkur í þessu myndbandi að fara yfir eitt af grunnatriðunum í skákinni og það eru peðin. Við ætlum að fara alveg yfir allt sem peðin geta gert. Peðin eru nefnilega dálítið merkileg tálkmenn út af fyrir sig. Þau eru átta hvítpeð í byrjun skákarnar og 8 svartpeð og þau skýla eiginlega öllum sterkari skákmönnum sem eru fyrir aftan þau frá beinum árásum. Og það er margt merkilegt sem peðin geta gert en þau eru mjög takmörkuð og eru veikasti tálkmenn á borðinu. En reglurnar um það hvernig þau ganga er þannig að í byrjun skákarinnar þá hafa þau valið að fara annaðhvort 1 reit áfram eða 2 reiti. Eftir þau eru búin að hreyfa sig, hvort sem þau fara 1 eða 2 reiti áfram, þá mega þau bara fara 1 reit í einu. Og þau komast bara áfram þegar þau hreyfa sig. Þau geta ekki snúið við og fara aftur á bak. Þess vegna er gríðarlega mikilvægt þegar maður leikur peðunum að vera alveg pottþéttur á því að það sé góður leikur þegar maður getur ekkert hætt við. Svo er eitt ansi merkilegt með peðin. Þegar þau drepa menn andstæðingsins, þá drepa þau á ská og við ætlum eldsnöggt að skoða hvernig það getur gerst. Ég ætla að stilla upp næstu stöðu. Hér er næsta staða. Ég er búið að leika nokkur leikjum. Hvítur á leikið þessari stöðu og við munum það að venjulega gengur peðið bara beint áfram. Það mætti fara beint áfram í þessari stöðu. En þegar það drepur, og alltaf þannig þegar peðin drepa, þá drepa þau á ská. Drepa 1 reit á ská. En í þessari stöðu mætti hvítur annarkvort drepa peðið, svarta peðið, eða rittarann. Og þeir sem hafa skoðað myndbandið stigakerfi tálkmannanna, þeir átta sig á því að riddarinn hann er betri heldur en peðið. Riddarinn er 3 stig, peðið bara 1 stig. Þess vegna væri skynsamlegt fyrir hvítan að drepa riddarinn í þessari stöðu og græða 3 stig. Jafnvel þó að svartu peðunum geti drepið hvíta peðið og græti hvítu riddara á móti peði. Ef hann hefði bara drepið peðið og fengið 1 stig og svartu drepið tilbaka, þá voru þetta bara jöfn skipti. Þannig að svona drepur maður í skák. Næsta sem við skoðum, nú erum við búin að stilla upp annarri stöðu hérna fyrir framan okkur og það er greinilega langt liðið á skákina, nánast allir mennirnir farnir út af, nema 2 peð, 1 hvít og 1 svart. Það sem gerist þegar peðin komast alla leið yfir, hérna upp á endaröðina hjá andstæðingnum, það er ansi merkilegt. Það er nefnilega, þó að peðin séu yfirleitt frekar léleg, þá getur það átt sína góðu daga og þegar þau komast alveg upp í borð hjá andstæðingnum, þá getur þau breytt sér í aðra menn. Til dæmis ef að hvítur ætti leikið þessari stöðu, þá getur við farið með peðið sitt alveg hingað og þá kemst hann upp í endaröðina og þá fáum við tækifæri til þess að breyta peðin okkar í drottningu, hrók, biskup eða riddara. Og hver ætli sé sterkastur af þessum mönnum? Jó, þetta veitum við, það er drottningin að sjálfsögðu. En hvítur fannst í drottningu þessari stöðu. Hvað getur svartur gert? Já, hann getur hreyft kónginn sinn, en hann á betri leik. Hann getur farið með peðið upp í borð og hann getur líka fengið sér drottningu, ef hann vill. Ef hann fær sér riddara, þá er það nú ekki gott. Riddarinn á nú ekki mikinn séns í hensa drottningu hér. Þannig að eðlilegur leikur fyrir hann væri að fá sér drottningu og þá er staðan bara jöfn hér. Þetta er það sem peðin getur gert. Takk fyrir þetta.